Ef eldri borgari vill vinna þá á hann að fá að gera það á þess að þessi vera að skerða hag hans. Í gamla daga var þetta kallað ellistyrkur en hérna þeir Tryggingastofnun borgar eldri borgurum svo mikið en það alltaf verið að skera af því og eldri borgurum raunverulega ekki gert kleift að vinna eftir að þeir fá greitt úr Tryggingastofnun og mér finnst það mjög óréttlátt. Náttúrulega það var orðið svo mikla framfarir að fólk, eins og til dæmis þú, 70 fólk getur verið bara í fínasta formi og getur átt heilmikið eftir og getur haft heilmikið að gefa til samfélagsins og hvers vegna ætti það þá ekki að fá að gera það ef það vill það hefur heilsu og getur til og vilja og löngun. Akkurat. Sú skerðing sem í rauninni ríkissjóður hugsanlega hefði að því að afnema allar skerðingar á launatekjur eldri borgara, hún skilar sér verulega tilbaka í skattgreiðslum, útsvarstekjum sveitarfélaga, óbeinum sköttum, betri lýðheilsu, svo við tölum ekki betra lífi fyrir þá eldri borgara sem að eiga þess kost að halda áfram að vinna. Og maður spyr sig virðulegi forseti, hversu margir eldri borgarar eru það sem á þessum seinni tíma ævinnar eru tilbúnir og hafa orku og getu til þess að halda áfram að vinna? Eru þeir það margir að við getum ekki tekið utan þá þegar við vitum það að stór hópur þeirra er fastur í fátæktargildru?